Bilú. Til að taka smá util eða bara svona, ég veit ekki, þetta er núk. Ég sá þið hökuð við þarna þegar ég gerði pól það hvað ég ætti að gera næst. Þá hökuð ykkur í núk. Uh, við erum bara mjög góður á núk, finnst mér, og okkur röddum held ég. Mér langar aðeins að tvíka til bara, þú veist, þetta ætti ekki að breyta neinu við leikstílinn okkar, þetta bara hjálpar okkur aðeins meira úti, hjálpar okkur að fá þá sem eru að spila mót okkur til þess að hugsa aðeins fleiri staði, eða skilju, ef við smókum útisvæðið hérna með þessum smókum hérna, stendur hér, bara basically ekki upp á tröppunni heldur bara við hliðina á henni og miðar hér og miðar hér. Þá springa þessi smókar hérna og þeir eru mjög góðir upp á sveigjanleika, þú veist, þetta er ekki bara fyrir secret en þú myndir patha þig héðan ef þú myndir fara secret, það verður að fylgja smóknum, annars er einvigi hér sem það þarf að gæta sín á. Gæðin í hefinu er mjög hættulegur hérna ef maður er á rauða. Það er hægt að lurka hérna í gegn líka með flassi til dæmis. Stöðum að ég sjá. Næja. Sjáu þið hérna, veist, það er hægt að komast hérna inn í einvíi. Allavega hann blokkaði frá svo sagt, main til dæmis, þannig mainu flassið eða svo getur verið komin hérna í fína möguleika á killi. Það er líka hægt að fara hérna í gegnum main svo sem þetta smóka svona, já, þetta eru svolítið aggressífi smókar þannig séð. Ef ég myndi vera að mæta þessu og þeir eru búin að gera þetta oft, þá væri ég í rauninni farin að pusha smókana, sko. Þannig að það þarf að gæta sig á því. Líka er þetta tilhneiging til þess að einn af þeim fari niður á B, hvort sem hann sæki upp secret eða sé bara búin að planta sér á B. Þá fær það til þess að hugsa allt mappið frekar heldur en að ná að defenda bara uppi, þú veist. Þetta komboa með til dæmis eins og smóknum hans Ívars sem hann lendir hér. Ef við náum að sprengja hurð og viftuna, þá erum við komnir með 2 gönguleiðir niður og erum þar með svakalega mikið threat level í rauninni á því að fara á B, þú veist, þó að við sem kannski ekki einu sinni búin að mynda okkur ákvörðun það hvað við ætlum að gera. Eitt sem við langaði að segja líka með eins og þar sem við erum með kraftin, þú veist, ef við ætlum að skipta þessu upp þannig að Reynir er með rampinn í default og svo er annarkvort ég eða Atli með útisvæði í default og Jói hérna með lobbyið og þar sem við sendum svo hina 2 auka mennina okkar, hvort sem við ætlum að vera í lobby, þá væri gaman ef við værum í lobby svolítið framsæknir, þú veist, Jói myndi fara þá, eða hvort sem honum finnst þægilega að fara Squeaky eða Hött, að einn allavega myndi fara hérna, þú veist, taka bara píki, sjá, er ykkur að halda, eða kemst ég hérna inn, þú veist, og ef þið komist í svona nærstöður, á þess að vera smeyki við að fara áfram, þú veist, ef við erum komnir hérna, einn hérna megin, þú veist, það er náttúrulega hægt að hann sér í lappirnar hérna, þú veist, þessi þyrfti eiginlega að vera dýpri og meðan þessi fer fram og svo þegar hinn kemur píkaði saman hotni ef það er ykkur hérna, við getum notað molluna til að taka hann af, til að hjálpa ykkur hérna inn eða verið ennþá með smókin, þið geti einn að fara bara niður vendið þess vegna. Til þess að fara niður vendið langar við að sýna ykkur hérna, ég er búinn að keybinda hjá mér, horfið á minimappið, ég keybinda þetta bara M að því ég nota aldrei hérna switching sides dótið, þá er ég með þetta svona venjulega, svo ef ég er að fara í gegnum smoke,
og stækka ég þetta og þá verður miklu auðveldara að fara í gegn eða snúa í það átt sem það vildi snúa þegar maður kemur út, skilji. Þannig að þetta er algjör snilld hérna og stillingin á radarnum hjá mér er sjá þið kýpændið þetta bara og taka sér viljið, þetta er í UI keys, þetta er hérna toggle radar zoom og radarinn er hjá mér í 0,4 venjulega, þá er hann svona zoomaður út og svo í heilum einum í zoomi alternate zoom. Þetta er alveg snilld. Já, ég veit ekki hvernig eins og smókandi sem að Reynir gerir hérna til hans, en við þurftum kannski að taka það bara saman eða hann sýnir okkur bara þannig að við vitum hvernig þetta lendir. Þess ég gerir ráð fyrir að þetta sé kannski eitthvað svona eða lendir kannski aðeins nær. Þetta blokkar rosalega vel, en flössin til dæmis sem ég veit eru mikið notuðir, það er að þú flossa hérna niður og það er alltaf að bánsa mjög miklu af þessum vegg líka. Líka bara gott að taka svona gaur. En hérna, já, aðeins að auka í tólbankan okkar og þessi eins og smókandir úti og það að við hótum líka að fara squeaky, held ég að sé að fara, dreifa miklu meira úr vörninni, þannig að við séum líklegir að fá allavega, við erum líklegir að fá rushið í okkur eða líklegir til þess að dreifa betur úr þeim. Þannig að ég held að þetta sé gott tweak, en endilega segja mér hvað ykkur finnst.